Góðan daginn. Í seinasta myndbandi fórum við yfir geometry og nú ætla ég að fara yfir næstu 3 glugga inn í 2D Contour. Og inn í Heights þá er eitthvað sem að ég breyti nánast aldrei því að oftast er þetta nú þegar stillt á rétt ef að setupið okkar er rétt setup. Hérna erum við með bottom height, top height, feet height, retract height og clearance height. Top og bottom height eru bara hvar er toppurinn og botninn á efninu sem við erum að skera í. Svo er feet height þar sem hann byrjar að hreyfa sig og svo erum við með retract height, hversu langt hann ferðast til þess að fara yfir á næsta skurðsvæði. Þannig að ef hann er að skera hérna þá ætlar hann að fara yfir á næsta skurðsvæði, þá þarf hann að retrakta sig í burtu og fara aftur inn. Og svo er það clearance height og það er þegar hann fer alla leið upp og hreinsar eða kemur sér á öruggt svæði þar sem hann alls ekki að fara að rekast í neitt. En eins og ég segi, það er ekkert sem ég breyti hérna inni nema við sérstakar aðstæður, en í þessu tilfelli ætla ég að halda þessu bara eins og það er og fer núna yfir í passes. Passes eru þá hversu margar umferðir hann fer og í þessu tilfelli að skera út þá eina sem ég vil er að hann fari 2 umferðir niður. Að hann skeri ekki allt út í einu, heldur skeri út 1 mm og svo 2 mm, það er að segja í þetta 2 mm efni. Ég breyti engu hérna inn í passes en ég vil hins vegar bæta við multiple depths. Og þið sjáið hérna að með því að haka við þetta þá get ég sagt við hann farðu 1 mm í hverju umferð. Þá byrjar hann að taka 1 mm og fer svo aftur 2 mm. Finishing step down, ég vil að hann taki bara heilan millimeter í bæði skiptin. Þannig að hann byrjar með að skera út 1 mm og svo skera hann seinustu umferðinni heilan millimeter. Og það er eina sem ég vil hafa hérna inn í passes. Svo fer ég yfir í linking og hérna inni getum við séð, getum sparað okkur tíma með því að stytta hreyfi hversu hátt hann fer í burtu, en við höldum okkur bara við preserve feed rate mode og viljum bæta við hérna ramp. Eins og ég talaði í hérna toolsvæðinu, þá er ég með ramp feed rate og inn í linking er hérna ramp og rampið, ég vil hafa það í 4 gráðum og þið sjáum hérna ramp angle eða hversu mikinn halla hann ferðast rólega inn í efnið. Ef við höfum ekki ramp á þá fer hann bara beint ofan í efnið og eins og ég talaði í fyrri myndbandum þá er ég að fara að fræsa út í ál og það er mjög mikilvægt að vera með ramp þegar maður nota það. Og ég leyfi hinu að vera. Þessar 2 skipta ekki jafn miklu máli en ég ætla að halda í 15 mm og 2,5 mm clearance height. Nú þegar ég er búinn með öll þessi svæði þá get ég ýtt á OK og þá sjáum við strax að hann byrjar hérna að búa til toolpathinn og þetta er litaskipt upp hvaða toolpath er hvað og blátt er þegar hann er að skera í efnið, rautt er þegar hann er að rampa sig inn í efnið og gult er þegar hann er að clearance eða retract og er að ferðast á milli. Og þetta er þá allt komið. Eins og þið sjáið hérna þá mun hann skilja eftir tabs en svo er líka mikilvægt að við skoðum hvað er akkurat að fara að gerast og í næsta myndbandi mun ég sýna ykkur hvernig við simulatum